Já, góðan daginn, gott fólk og verið velkomin í næstu skref. Í dag ætlum við að ræða ferðaþjónustuna á Austurlandi, hvernig staða mála er eftir heimsfaraldurinn og hvað er framundan og hvernig hlutir líta út. Og í dag höfum við fengið tvo góða gesti á austan. Það er Auður Vala Gunnarsdóttir hjá Blábjörgum á Borgarfirði Eystri, Blábjörg Guesthouse, og Sævar Guðjónsson, leiðsögumaður og ferðaþjónustubóndi á Mjóeyri á Eskifirði. Verið velkomin í þáttinn. Takk fyrir. Takk. Það er eitthvað að fara að birta yfir hérna fyrir austan, Sævar, eða hvað? Nú er hann að birta maður, nú er hann að koma með sumarveðrið loksins. Já, fara að hlýna þess. Það er fara að hlýna og sólin farin að skína, þetta er bara bjart framöndan. Já. Hérna, Auður, það er búið mikið að gera þér helgina. Ég er að varfið það þegar við erum að reyna að ná spjalli. Já, það var bara fullt hús nánast alla helgina og svo vorum við Eurovision-partí og fullsetið salur og bara mikið stuð. Já, þannig að það er hans að lifna yfir hlutunum. Já. Já. Hérna, ef þú bara byrja, þannig kannski svolítið skemmtilegt að heyra hérna eins og með því ykkur á Borgarfirði Eystri nú byggðu þið bara upp ykkar rekstur, gömlu frystihúsi, mjög skemmtileg staðsetning í Fjöruborðinu, bara rétt við sjóinn. Ef þú segir okkur aðeins af þessari sögu, hvernig kemur þetta allt saman til? Já, það er nú bara þannig að ég á svona eftir að reka hérna á Borgarbjörg og foreldrar mín áttu hús hérna, þannig við vorum farin að vera hérna aðeins og svona, koma helgar og svo var alltaf þetta frystihús hérna sem var náttúrulega bara lág undir, bara illa farið og ekkert verið hugsað það og ekkert í því og þannig að þá kom svo hugmynd að bara hvort þetta voru að kaupa þetta frystihús sem að við gerðum í einhverju bríeríi, af hverju, ég veit ekki, og þá og við vissum ekkert hvað ætlum að fara að gera eða neitt og þetta er 2005 og svo bara eftir að þetta, kaupi vorum gengin í gegn og þá fórum við bara að hugsa hvað við gætum gert hérna. Já. Og þá bara byrjaði þetta svona hægt og sígandi og við höfum bara verið að gera þetta svona smá saman síðan 2005, opnum fyrst gisthús 2011, svo bætist við spa og svo bætast við íbúðir, svo bætum við mjög meira við spæð, opnum svo fleiri íbúðir og veitingastað. Já, og við vissum ekkert hvert við vorum að fara, við vissum ekkert hvað ætlum að gera, þannig að við erum svona bara ekkert alveg, við erum bara nokkuð sátt hvernig þetta endaði hjá okkur. Já, þetta er mjög skemmtilegt. Þegar þú segir að opna gistiheimili 2011, það kemur nú óvart að það skulle vera komin 10 ár. Hvað tími líður hratt? Þetta líður mjög hratt, greinilega, hjá okkur. Og svo líka bara þegar þetta gera hlutina svona, þú veist, hvað er ég að gera næst? Ég var að gera þetta. Og eins og ég líka sagt að þá vorum við bæði í öðru störfum og höfum verið í öðru störfum og þetta er svona okkar áhugamál og okkur finnst rosalega gaman að fá að byggja upp hérna á Borgarfirði, þetta er náttúrulega brothætt byggð og svona eina af þessu byggðum sem á náttúrulega undir högg að sækja. Þannig að okkar markmið er bara að skapa atvinnu hér og atvinnu og atvinnuuppbyggingu. Já. Einmitt. Sævar, ykkar saga, ykkar berglindar á Mjóeyri, ef þú myndir nú aðeins sveipa henni svona til að byrja með. Já, þetta er nú svo sem kem lík, við kaupum hús þarna 2004, vorum reyndar strax búin að ákveða það að breyta því í gistiheimili, reyndar búum við á neðri hæðinu og erum með 4 herbergi uppi og mjög fljótlega var það nú þetta orðið of lítið, þannig að við keyptum þarna 5 hús frá Brasilíu, reistum þau 2006 og 2007, svo baðhús og spa 2011 og svo 3 hús og svo, þannig að við erum með núna á svo 2 síðast 2016, þannig að við erum með 10 hús og 2008 reyndar gerðum við samning við Sjómannasafn Austurlands sem að reka Randúlfshús sem er hérna einmitt fyrir aftan mig núna og hérna 2011 þegar veitingastaðurinn eini sem var hérna í bænum lokaði þá ákváðum við að opna veitingastað í Randúlfshúsi og þannig að þetta hefur svona eins og hjá Auði og þeim þróast svolítið
tekið beygjur á leiðinni og það hafa verið einhver hrun og það hafa verið einhverjar heimsfaraldrar og ýmsar hraðahindranir, en áfram skal haldið. Já, en þetta hljóma mjög svipað hjá okkur, en þetta svolítið hugsjónir, þetta áhugamálið og að byggja upp raunlega þessa ferðaþjónustu. Það ekki svolítið þannig hjá okkur báðum, Sævar? Jú, nema ég ætlaði alltaf strax að gera þetta atvinnu. Ég var farin að leysa hérna gönguhópa og leysa hreindýraveiðimenn og svoleiðis, en lengi framan á þá náttúrulega var maður að vinna með, því ég vann alla vetur með, þannig hvort yfir útvakstur eða serafvirki og svo náttúrulega bara að uppbyggingunni, en ég ætlaði alltaf að fara í þetta alla leið og er náttúrulega núna bara störfu hjónin bæði bara við þetta. Já, einmitt. Hvernig þetta hjá þinni fjölskyldu, Auður? Eru þið mörg sem eru bara í þessu starfi og kannski sérstaklega við sumarið eða? Sko, ég nú svona kannski einna mest í þessu. Helgi maðurinn minn, hann starfar náttúrulega sem tannlæknir, en hann sér sko, þetta bara mjög góð verkaskipting. Það bara mjög skil, bara hver gerir hvað. Svo ég með framkvæmdastjóra hérna og svo bara fólk sem að taka ábyrgð með mér og þannig gengur þetta upp. Og já, svo var dóttir mín svolítið með okkur í þessu núna, en hún búin að taka svona smá uppeyju og farin í annað nám, byrjaði svona í nám tengt hótelstjórnum. Og en annars bara, eins og ég segi, svo ég bara mikið með sama starfsfólkið sem kemur aftur sem náttúrulega ótrúlega dýrmætt. Já. Fyrir, svo örugglega Sævar þekkir, það alltaf gott að fá sama fólki aftur maður getur. Já, einmitt. Algjörlega. Já, það mjög mikilvægt. En hvað eru margir starfsmenn, Auður, hjá þér á Borgarfirði? Sko, í vetur erum við búin að vera með, ég kemur sjálf mig með og þá þetta 8 starfsmenn. Já. Svo það kannski nýjasta nýtt sem að heyri frá Borgarfirði. Það er hérna löglegu landi. Já. Sem við fengum að frétta af og að menn verður bara konur í þá starfsemi. Getur þú sagt okkur svona lítilega af því? Já, ég get alveg gert það. Ég er svo mikið áhugamanneskja landa, en drekk ekki landa. Og ég hef aldrei skilið af hverju við höfum ekki gert meira úr landunum sem kannski okkar viski Íslendinga og það voru margir sem voru að brugga þetta hérna í kjöllurum og vegna þess að það var of langt fyrir ríkið og það mátti ekki drekka sterkt vín hérna á öldum áður. Þannig við bara ákveðum að prófa þetta og systir mín og Helgi maður fóru til London og fóru bara stóra sýningu og kom bara heim með bara tæki til að búa til sterkt vín. Já. Og þá bara byrjaði þetta og landin er komin í áfengisverslanir á Íslandi og við erum að leiðinni með gin líka í áfengisverslun ríkisins. Og þetta bara einn þáttur í því að bara gera okkur svona eins sjálfbær hérna á Borgarfirði og við mögulega getum. Já. Af því að við erum mjög sérstök hérna á Borgarfirði. Þetta er svolítið sérstakt mál, löglegu landi. Þetta er skemmtilegt koncept. Já, og það er mjög skemmtileg saga það er maður hérna í bænum sem heitir Björn Aðstensson. Hann var staddur í Reykjavík og vildi fara í ríkið og versla sér landa. Hann var ekki viss hvort það var komin, þannig að hann hringir og spyr stúlkuna hvort að hún megi landa og hún bara hugsa sér, nei, hér fæst ekki landi, hvernig þetta þar í hug? Hann tjekkaðu á því, gerðu það fyrir mig, tjekka hvort það sé ekki komið landi. Og hún ákveður að gera það og segir, það fæst nú bara landi hérna. Já. En hann gæti farið í ríki og keypt sér inn á landaflösku. Já. Sævar, þú hefur aldrei drukkið landa eða? Þarf ég að svara þessum spurningu? Ég helst að ég hef með þess að drukkið landa á Borgarfirði Eystri, sko, en það var þetta áður en þessi löglegi landi var. Ég var ekki að smakka hann mig. Mér hlakkar til. Já. Landi er náttúrulega bara velgerður landi, þetta bara eðalmjöður. Já. Þetta er skemmtilegt. Já, þetta er mjög skemmtilegt og mér finnst þetta algjörlega frábært framtak og bara gera mitt til þess að styðja við það. Sævar, við erum að gera okkur sérstaka ferð
Við verum eiginlega að gera okkur svona, landabröfuferð á Landabröfuferð. Já, nákvæmlega. En Sævar, kannski því sést að í ferðaþjónustunni hefur nú verið, þú ert leiðsögumaður og ekki síst hreindýraleiðsögumaður í veiði. Og kannski svolítið þekktu fyrir það og vítt og breytt. Hvernig fer þetta allt saman? Berglind svona meira í þessum daglega rekstri heima við, svona, eins og ég hef skilið þetta, og síðan ert þú mikið í leiðsögunni og gönguferðum og svo hluta ás í hreindýra veiðinni, leiðsögunni. Já, þetta byrja nú eiginlega með skíðaleiðsögn á veturnar og svo færist þetta yfir í svona hópaleiðsögn. Ég er að fara söguferðir í sveitina og Helgustaðanámu og víðar svæðið og svo byrjar gönguvikan alltaf síðasta vika í júní, þá er maður tengslu við hana, annaðhvort að leysa eða svona halda utan það verkefni. Já. Og svo þegar það kemur fram í júlí þá erum við yfirleitt með einhverja gönguhópa á Gerpisvæði, svona sérhæft mig í því, við okkur. Og þegar þú ert að tala um Gerpisvæði, bara þannig að áhorfendur, það er Vöðlavík og það er Viðfjörður og Hellisfjörður og hvað, er það ekki svona Gerpisvæði, það er svona kallað Gerpisvæði? Jú, þetta er svæði milli Norðfjarðar og Reyðarfjarðar sem er Hellisfjörður, Viðfjörður, Barsnes, Sandvík, Vöðlavík og Krossanes. Já. Og við erum að fara svona 4 daga ferðir mest svona, en svo þetta dagsferðir líka. En svo þegar 15. júlí þá má byrja að veiða tarfana og upp úr því yfirleitt þegar maður svona fara með fyrstu menn og er alveg teftur í því fram í miðja september cirka eitthvað svoleiðis, það má veiða til 20. september. Já. Og þá auðvitað mæðir heimareksturinn á Berglindi, því að ég er nú í flesta daga á veiðum eða með menn á bækinu. En þetta fer ágætlega saman því að þeir auðvitað hreindýraveiðimenn sem komu þegar ég var að byrja, þeir höfðu bara þá þjónustu að geta fengið leiðsögn, en núna geta þeir fengið leiðsögn og ég er með hreindýrasláturhús sem er kæling og kjötunamaður og svo geta menn auðvitað fengið gistingu líka og eins fara á veitingastæðin ef menn koma nógu snemma til byggða til þess að ná honum opnum. Þannig að menn fá svona alhliða þjónustu við þetta hjá mér. Mér tekið eftir þegar maður er að keyra fyrir austan núna bara undanfarnar vikur og mánuði. Maður er alltaf að reykast að dýra upp á Fagradal. Er óunnið mikið bara við þjóðveginn í Fagradal? Hefur eitthvað heyrt af þessu? Þetta er verið svo áberandi núna? Já, það er alveg, þetta er tíminn sem að tarfarnir sérstaklega hanga við vegina. Og akkurat núna þá er allt, eins og kannski sjáu hérna fyrir aftan mig, þá er allt á kafi snjó bara fyrir ofan 300-400 metra hæð. Þannig að dýrin leita niður og þar tekur gróðurinn fyrst við sér. Já. En svo er svo sniðugt, svo líta þau bara á klukkuna kortir í veiðitíma, þá hverfa þau alveg efst upp á fjallatoppa. En auðvitað eru þau bara að elta gróðurinn og kýrnar eru nú þegar komnar afsíðis að bera, þær eru komnar með kálfa flestar. Þá fara þær svona til hliðar, en svo koma þær kannski aftur niður á láglendi, það fyrir eftir hvernig allt er þarna uppi, hvernig gróðurinn þróast. Og nú er búið að vera kalt vor og svona rétt byrjað að gróa hér niðri, gróandinn er rétt að komast að stað hérna bara niður á láglendi og þá er þetta bara að hanga dýrin þar sem að fyrstu grænu stráin koma. Já, það er bara kalt hjá okkur núna í maí, þannig að það er ekki gengið mikið með gróðurinn. Nei, og snjórinn hefur bara frekar bætt á en hitt. Já, það var nú bara snjókoma manni þarna daginn fyrir vikuð þegar maður var að fara þannig að þetta er bara kalt. Síðast helgina snjóaði bara byggð á héraði til dæmis. Já, en eitt þarna með gönguvikuna, núna út af þessu COVID og heimsfaraldri og öllu þessu, hvernig lítur þetta út af með gönguvikuna núna í lok júní hjá þér? Þetta var alltaf að vera að stækka finnst manni gegnum árin og verða svona öflugara. Hvernig lítur þetta út af núna í tengslu við COVID? Maður hafði allavega mun meiri áhyggjur af þessu í fyrra en svo var náttúrulega COVID þarna fyrsta bylgjan að ganga niður og við hittum ágætlega þarna milli fyrstu og annarra bylgju líklega í fyrra. Og jú, þetta eru fjöldatakmarkanir og verða sjálft einhverja fjöldatakmarkanir en svona með það sem að virðist í stefna núna þá er nú verið að létta þessu öllu rólegheitunum. Og þetta eru svona kannski mest 200-300 mann sem koma saman úti við kvöldvökur en eins og í gönguferðunum flestum og svona er þetta kannski 20-30 og upp í kannski 70-80 manns þannig að maður auðvitað þarf alltaf að taka mið af hvert
hvernig þessi faraldur og hvernig þetta þróast allt saman og hafa það bara svona sem vara en maður getur ekki haldið áfram nema bara vona að þetta sé allt saman á réttri leið og þá eigum við bara geta haldið skemmtilega gönguviku hérna hún byrjar núna 19. júní, tildulega snemma í ár, 19. til 27. Þetta 8 daga vika, langa vika. Hvernig er þetta deginum? Já, 19. júní. Já. Hérna auðvitað valið hjá ykkur, það nú verið gönguferðir og vikna og svona gegnum árin, mikið gengið á þínu svæði. Já, það mjög mikið gengið og það verðist ekkert alltaf verið eitt lát á því því að ég skildist að hjá ferðafélaginu sé bara vel bókað í ferðir. Svo hefur Arngunnur Viðar verið með skipulega ferðir í Álfheimum og mér skilst að honum og það sé líka vel sótt í það. Hjá okkur, við erum alltaf það full fyrirfram inn í sumari þannig að við höfum ekki náð að taka nema bara lítið brot af því fólki sem er að fara í gönguferðir í gistingu. Menn eru svo seinir af stað, það er eina vandamáli. Eins og hjá okkur, það er bara orðið nánast fullt hjá okkur bara í apríl, loka apríl fyrir maí var bara júlí og bara þessi 3 mánuðir nánast fullir. Já. En ég heyri það mikið hringt og vera að leita sér að gistingu á svæðinu. Þannig að en þetta er náttúrulega bara gönguparadís eins og bara í Fjarðabyggð. Við höfum alveg ótrúlega mikið að bjóða hérna í fjórðungnum. Austurland er bara allt einn gönguparadís. Já, nákvæmlega. Og það er líka gaman eins og bara með upplifði í fyrra þegar Íslendingur fór af stað að það voru margir að koma Borgarfjörðinn til þessi fyrsta skipti að ég segi stundum Austurland er svolítið út úr, svona svipað á Vestfirðir og þannig að Íslendingar voru mikið að koma hérna í fyrsta skipti og það var eiginlega sama sagan sem hann heyrði, bara bara Austurland, þetta er bara ótrúlega flott landsvæði og allir rosa hissa fannst mér alltaf. Ég var ekki alveg að skilja það því að þetta er alveg gráslagsvæði. Þetta var alveg ótrúlegt bara eins og síðasta sumar þegar þetta verður svo mikið Íslendingastraumur allt landið að þá voru æði margir sem voru bara uppgöta Ísland. Bara margar landsluta bara í fyrsta skipti og eftir sem að lengra var farið frá Reykjavík þá voru menn að fara eitthvað sem menn hefði ekki farið raunverulega nokkuð tímann á ævinni, bara fullorðið fólk Þannig að ég held að þetta haldi nú áfram í sumar ég held að menn séu nú komin svolítið að bragði með þetta. Það er mjög mikið af fullorðnu fólki í fyrra sem hafði orð á því hvað væri gaman og þetta höfðu við Íslendingar dálítið landið okkar fyrir okkur í fyrra í fyrsta skipti í mörg ár en það voru mjög margir sem höfðu bara ekki komið þetta Austurland í 30 ár eða eitthvað og þetta fullorðið fólk og svo aðrir ungir sem höfðu heldur ekki komið þetta og það var svo gaman einmitt að upplifa hvað fólk var ánægt eins og Auður segir. Menn voru hissa hvað margt í boði og svona hvernig þetta var allt saman. Þetta var jafnvel eins og maður skynjaði þetta í ferðaþjónustunni kannski jafnvel fólk sem ekki farin eitt í 20-30 ár svona langt út á land og svo sá það bara allt í einu uppbygginguna og innviðina og hvað var í boði og annað var bara mjög undrandi eins og hjá ykkur og eins og á Borgarfirði Eystri og bara mjög víða það bara hvað er búið að gerast mikið á skömmum tíma þannig að það voru margir að uppgöta bara hluti sem að ég segi alltaf eftir sem að ferðast meira erlendis þá er skemmtilega að ferðast innanlands þá sérðu bara alltaf betur og betur hvað íslensk ferðaþjónusta hefur upp á að bjóða finnum bara ferðin á samanburð. Já, ég er sammála því að ég held að fólk hafi ekki átt þessi hvað ferðaþjónusta hefur byggst upp bara almennt á landinu. Við náttúrulega kannski aðeins seinni hérna á Austurlandi en ég vil meina að þessi uppbygging hafi verið gríðarlega síðustu ár og við erum á mjög góðri leið hérna á Austurlandi. Þannig að Sævar þú mátt alveg koma að taka við. Já, og það var auðvitað ekki bara kannski innviðir eða hvað maður að segja, ferðaþjónustu fyrirtækin. Fólki var auðvitað líka bara að upplifa landið sitt allt í einu, Af því að það hafði bara ekkert verið inn að ferðast Ísland, menn fóru bara til Kanarí eða eitthvað þægilegt. Og það var náttúrulega, og hefur auðvitað lengi verið eins og þið vitið bæði, ódýrari er að vera að fljúga til Evrópu heldur til Austurlands. Þannig að þetta menn voru svona svolítið að uppgöta bara Ísland aftur fannst mér, ekki bara, og þegar þeir fórum Íslandi þá sáu þeir auðvitað eitthvað skriðaleg uppbygging og hvað var að gerast alls það. Og ég held það líka bara svona
opna svolítið sko bara fjórðungurinn hafi til lítið opnast líka sko. Þetta ekkert svo erfitt að koma austur á land. Nei, það bara ekkert. Og við þurfum, eins og við í ferðaþjónustunni og að við þurfum líka að hugsa svolítið hvernig getum við opna fjórðungurinn enn betur. Og þá skipta svona hlutir eins og þegar maður að leggja áherslu á að fjármagna hluti sem tengist eins og nýju ferðamannaseglum eins og Stuðlagili, bara það að draga fólki lengra, þetta er eins og með erlendu ferðamanni. Mér finnst alltaf umræðan eins og Stuðlagil og síðan Borgarfjörður Eystri og svona ákveðna segla í ferðaþjónustu að raunverulega eins og með erlendu ferðamanna og Íslendingalenda líka. Eins og með erlendu ferðamanna þegar að Reykjavík verður á dagsferð. Byrja svona sumrin sko og menn fara að gera einhverja 16 tíma ferðir og það keyrt hérna 800 kilometra eða hvað það er. En síðan fara menn að gera þetta líka á veturna. Það að keyra þetta fram og tilbaka er eins og að keyra nánast bara frá Reykjavík suðurströndina austur og bara enda í Mývatnssveit. Ef við sjáum vegalengdirnar og hérna þess vegna er svo mikilvægt að byggja upp þessa segla og eins og Stuðlagil og það hefur mikil áhrif að hérna þá fer þetta að tosa meira austur og skapa eitthvað. Núna eins og Langanesströndin núna þarf að klára ytri hringinn á norðausturhorninu að bara búa til svona nýja hluti sem eru spennandi að sjá og hérna það finnst mér líka að vera að styrkjast fyrir austan og við erum að sjá svona hérna ákveðna hluta sem eru að draga að ákveðna svona og það skiptir líka máli, fólk eru spennt fyrir að koma og sjá eitthvað nýtt. Já, og svo má náttúrulega ekki gleyma því að við höfum hérna hina gáttina inn í landi sem er ferjan okkar á Seyðisfirði og það er auðvitað fullt af fólki sem kemur með henni og hérna hellis sig í kringum hana en svo þurfum við auðvitað náttúrulega bara að fara að fá flug í Egilsstaði, það er auðvitað bara komið, það er ekki öður. Jú, ég var einmitt að tala það við Njála sko. Já, þess vegna það þarf að búa til planið líka flugvöllin, inni við innan þar og annað. Maður aðeins skrifa það undanfari, langa greinar, hvað þarf að gera til þess að það séu svona ákveðna forsendur. Ég ætla að taka rosa stórt til orða. Við höfum besta millilandaflugvöll á landinu, fyrir kannski utan Keflavík. Og ég vil bara meina að ég held það sé bara svona mikilvægt að hver fjórðungur svolítið skoði bara hvar erum við sterk og hvar getum við gert betur, hvar getum við styrkt okkur. Og þá líka að skoða það líka til aðstæðina og annað slíkt sko. Já. Og við höfum þetta verið svolítið í þessari naflaskoðun undanfarin ár með áfangastaðahönnun hérna sem eru frumkvöðlega starfa á Íslandi, áfangastaðin Austurland og svo vinna hefur ég held hún hafi nú skilað okkur helling áfram en það er líka mikið þetta að innlega kannski mikið af henni, það er búið að hugsa mikið og stúdera mikið en þá kannski eftir að dýna þessu upp úr verkarakistunni og fara að nota það meira. Einmitt. Þetta er svona toolshop hálfgert sem til. Þetta er þannig og ég held að það muni svona eftir sem er notuð það meira þá styrkir það fjórðunginn í heild sinni enn frekar. Já. Og svo náttúrulega líka sem er líka bara vegsamgöngur. Ég meina fjórðungurum okkar er víðfeðmasti landsluti á landinu. Þannig að þá koma þarna aftur inn samgöngur eins og bara vegsamgöngur og göng sem að það er náttúrulega að styrkja okkur með. Við erum með marga þéttbýliskjarna en með erfiða fjallvegi. En mér finnst það búið að gera heilmikið í fjórðungnum en við þurfum hvað betur gera þarf til þess að það verði enn betra fyrir okkur. Þetta eru mikla vegalengdir. Margar innbreiðar brýr. Nákvæmlega. Það eru margar áætlanir. Það er víða verið að reyna að koma ykkur en það tekur allt sinn tíma. En maður sér, þetta er eins og maður segir bara út á landsbyggðinni allri, að ef maður hugsar aftur 20-25 ára aftur í tíman, þá var búið að gera margt og mikið. Þegar maður var strákur og verið að keyra í Eyjafjörðinn, þegar maður var 5-10 ára og það voru milli Akureyrar og Reykjavíkur, 2 varatæki í bílnum, það sprakka báðum á leiðinni og 8 tíma á einhverjum malarvegum og þannig að stuttu æviskeiði hvað það er margt gerst og það er mikið að gerast og mun gerast margt og mikið á næstu 10-15 árum. En þetta er bara búið að vera svona undanfarin ár til Borgarfjarðar þannig að en það er náttúrulega bara frábært að fá þennan veg til Borgarfjarðar því það er náttúrulega lundin hefur mikil aðdráttarafl. Og eins og bara mörgum stöðum á landinu þá var bara vegurinn ekkert byggður upp fyrir alla umferð.
Nei. Og það bara mörgum stöðum ennþá, þetta bara Austurlandi, þetta öðru stöðum líka. Þannig að maður náttúrulega, maður mjög þakkláttur fyrir allt sem gert fyrir fjórðunginn. Og það náttúrulega hefur einmitt bara allra síðustu árin, það Vatnsgarðið og Njarðvíkurskriðurnar og svo verið að klára kaflan þá hinum megin við inn í héraðsprófamenn og þannig að við erum að sjá einmitt mikla breytingar, það svona dæmum og svo ljósleiðarinn og það svo margt að gerast, þannig að það mörg jákvæð skref sem verið að... Og þetta telur allt og skiptir allt miklu máli. Já, þannig að það en þá það bara, hvernig hefur heimsfaraldurinn farið með ykkur? Þá bara allir, að stoppar allt. Hvernig hefur þetta ár verið, bara síðan í massi í fyrra? Hvernig svona hafið upplifað þetta í ykkar rekstri? Auður? Ég bara var jákvæð nánast allan tíma. Ég ég heldur bara við ákveðum bara að fara í svona nafnarskoðun fyrirtæki, reyna bara að sjá hvað við getum gert, bara eins og örugglega margir aðrir. Þannig að við höfum rauninni ekki sagt upp neinu fólki hjá okkur, við haldið öllum í vinnu. Við höfum lítið nýtt okkur úrræðin, varðandi skerta vinnu, starfshlutfall, nýttum aðeins fyrst, en það hefur bara verið nóg að gera hjá okkur, en eins og kannski að við náttúrulega erum að gera eitt elsta hús í bænum til viðbótar og við höfum farið mikið í vöruþróun almenna. Við ákveðum bara að stækka líka, bara hversu ruglaðar maður, bara stækkum 500 fermetra, að gera bara aðra byggingu. Þannig að við höfum bara, ég vil ekki líta á neitt neikvæðan hátt og ég vil líka meina að COVID hefur fært okkur marga góða segla líka, að þá má til dæmis nefna til þess að vinna án staðsetningar. Fólk bara að ferðast heiminn, það bara opnast þetta, við getum haldið fundi og bara ráðstefnum og allt í gegnum samskiptamiðla. Þannig að ég vil ekki líta á þetta sem eitthvað alneikvætt, mér finnst margt gott hafa komið út frá þessum heimsfaraldri, en líka mikið neikvætt eins og þegar maður horfa hvernig þetta farið náttúrulega bara með heiminn sem slíka, en maður þarf líka að horfa í þetta jákvæða og líka svona að horfa í hluti sem að geta bara styrkt mann áfram. Já. Sævar, hvernig hefur upplifað þetta núna? Þetta nú þetta bara búið að vera svona rússíbana ár og þegar þetta byrjar í mars í fyrra þá voru þetta búið að vera svona tiltölulega rólegt alveg frá hausti eins og við höfum þetta upplifað hér í ennþá mikið á Austurlandi að svona háveturinn tiltölulega rólegur og við höfum nú verið að vinna svolítið með eskju og verið með mötuneyti fyrir þá þegar eru vertíðar og þarna var til dæmis engin loðnuvertíð. Þannig að veturinn var nú alveg svona frekar þungur í fyrra og þegar þetta kemur svo ofan á þá svona hafði maður nú bara miklar áhyggjur af því hvernig þetta var svo mikil óvissa, maður vissi þetta aldrei lent í heimsfaraldri áður. En svo bara, strax miðjan maí eitthvað svoleiðis, þá var maður bara svona eins og hamstur í hjóli eftir það og reksturinn gekk ágætlega síðast ár og miklu betur en maður þorði að vona allavega hann í upphæði. En kannski það erfiðasta í þessu og það sem manni fannst nú alveg stórfurðulegt, sérstaklega ef maður heyrir atvinnuleysistölur, það var að fá fólki í vinnu. Okkur vantaði fólki í vinnu allt síðasta sumar og auglýstum og við fengum ekki fólki í vinnu. Við eins og Auður, við fórum á þessa atvinnubóta leið bara, ég held að það hefði nú bara verið í 1 mánuð eða svo. Þannig að við vorum bara átt okkur á því hvað var að gerast. Svo bara þurftum við ekkert á því að halda og leiðum bara Bláa lóninu og þessu litlu að fá það. En allavega svona, þegar maður horfir aftur fyrir sig þetta ár, þá þetta búið að vera svona mikil óvissa og alltaf svona hvað gerist næst og allt það, en á sama tíma þá gekk þetta ágætlega og kannski síðasta svona sjokkið var núna fyrir páskana þegar við vorum auðvitað búin að fullbóka hér allt á skíðafólki í tengslum við páskana þegar svo 4. bylgjan eða hvaða bylgja það var nú. Öllu skellt í lás, Öllu skellt í lás og þetta þýddi strax einhverja milljónir í tap fyrir okkur en á sama tíma þá höfum við, mér finnst ekki að hafa neitt ástæðu til þess að vera kvarta, við höfum einmitt verið bara horfa inn á við og byggja upp og bæta og laga
nota tímann svona í að gera okkur betri bara, til þess að takast á við holskefluna sem kemur núna bara. Já, það var einmitt næsta spurning. Nú sá maður einmitt Gulla á gistihúsinu Egilsstöðum í fréttunum og fleiri stöðum. Það verið tölur umræða bara erfitt að manna. Það verið erfitt að fá mannskap í vinnu. Og síðan bara, hvernig lítur sumarið út? Maður að heyra sko og sér í kringu sig að það að streyma inn mikið af bókunum núna og maður heyri það líka bara víða í gistiþjónustunni. Þetta að gerast fyrir mjög hratt. Bandaríkjaflugið, við sjáum í United og Delta að það hefur verið að fjölga ferðum, það hefur verið að stækka vélarnar, það hefur verið mikil eftirspurn, en það Ísland held í eina landi sem að Bandaríkjamenn geta heimsótt í Evrópu núna. Hvernig sjáu þið fyrir ykkur sumari? Ég hef nú verið þeirri skoðunum sjálfur að við í fjármálaáætlun var gert ráð fyrir þetta tæki 4-5 ára að ná sér svona út úr þessu. En ég hef svona litið meira, ég get verið 2 ára perióda tímabil sem að það myndi taka. Ég held að næsta ár verði mjög sterkt og þetta rúllið hratt á stað. Hvernig líst ykkur á þetta? Hvað sjáu þið fyrir ykkur í þessu? Sko, sumar lítur alltaf mjög vel út. Við erum kannski ekki með mörg herbyggi sem með marga, en það já, sumar nánast byggt hjá okkur. Mér gekk mjög vel að manna og búin að manna sumari bara strax í febrúar. Og mín tilfinning svo að ég ætla að manna svolítið vel inn í hausti, vegna þess að ég held að hausti verði svolítið lengra. Að ég get alveg séð bara að það verði alveg út september jafnvel, bara vel að gera. Svona með við að ég sé Borgarfirði. Ég ætla bara að vera það bjartsýn. Mér langar þess að bæti við áðan líka, að segja áðan já, þegar að mér fannst líka þannig í COVID-inu að við fengum svo mikið helgar eins og við gátum bara ráðið við að máttum taka og þá viljum við þakka sérstaklega sko bara fólki af austan og norðan. Við erum að fá rosa mikið fólk af norðan sem bara ákvað að ferðast og taka helgi og mann það fylgdi þetta sóttvarnareglum öllu og mér finnst bara þessi að Íslendingar bara hafa stutt svo vel við ferðarþjónustuna á þessu tímum og ég bara öllum mjög þakklátt og eins og segi að fá líka bara fólk hérna úr nákvæmlega sveitarfélögum bara þetta bara ótrúlega dýrmætt fyrir okkur sem erum í þessu. Einmitt. Sævar, sumarið, haustið? Ja, sumarið gott, þið sjáu það var að byrta, þetta verður fínt. Ég alveg sammála við því, en eins og segi, við erum búin að manna megnið af þessu hjá okkur, við erum í vandræðum með kokk, við þurfum að bæta við okkur kokk, einmitt af því að við reiknum með því að þetta verði svolítið eins og síðasta sumar. Þá vissi maður ekki neitt og þorði ekki að ráða fólka því að maður vissi bara ekkert hvað yrði og svo fór þetta alltaf stað og þá heyrði maður alltaf í útvarpinu að það væri verið að auglýsa að tala um það væri 30.000 manns á Íslandi atvinnulausir og á sama tíma fekk maður engan í vinnu. Það var mjög skrítin tilfinning og maður þurfti eiginlega bara svona að nota klíkuskap til þess að fá þjóna og kokka og annað í vinnu. En þetta lítur nú betur út núna og ég sammála með það. Við höfum aðeins orðið fyrir afbókunum núna í júní. Það er svona eins og fólk sé ekki, kannski frá Evrópu sérstaklega ekki alveg tilbúið og kemst ekki svo ætlaði sér til okkar. Þannig að við höfum verið að fá afbókanir aðeins svona framan að sumri en á sama tíma bara smá þéttast og margir dagar og töluvert mikið orðið fullt bara í júlí og alveg út ágúst og byrjaði að fyllast inn í september, alveg fram í miðjan september. Þannig að ég held að þetta verði bara ágætis sumar og vonandi bara langt sumar. Hérna, Sævar, skynjar þetta þegar fólk að hætta við að koma eins og Evrópubúar í júní? Eru það bóka síðar eða bara dettur það út? Hvernig? Það svona bæði og sko. Einhverjir bara afbóka og hætta við, aðrir færa þetta fram jafnvel ár. Já. Það svona bara alls konar. En þetta örugglega bara fyrir það að aðstæður í þeirra heimalandi bjóða þeim ekki upp á að ferðast og meðan að fólki greinilega búið að setja fókusinn á Ísland og það kemur, það bara spurning hvenær. Held ég allavega. Við höfum boðið fólki að færa bókanir, það svona verið alltaf boðið með það fyrst að færa bókanir og það stór hluti af þeim sem sagt gistinóttur sem hefur bara verið ferðar sko. Það einhverjum sem hætta við, en ég segi svo Sævar, ég held að fólk búið áfram til Íslands að þá kemur það. Já.
Einmitt. Það er bara spurningu hvenar. Það hérna, maður er ofta að reyna, þegar maður hefur nú stúdíað þetta ferðaþjónustuna svolítið, að það er þessi gríðarlega breyting í hegðun sko ferðamannana með bílaleigubílunum. Þá er maður ofta að taka smá tölfræði og mér sem er mikilvæg og ég held að þessi gríðarlega mikilvægt fyrir landsbyggðina í ferðaþjónustunni að 2011 þá komu ca. 550.000 erlendir ferðamenn til landsins og 37% er að ferðast í bílaleigubíl. Þegar þýddi það voru svona 150-200.000 mann sem keyrðu í bílaleigubílum það árið, erlendir ferðamenn. Svo 2018, þegar þetta var skoðað aftur og Rögnvaldur Guðmundsson í rannsókn greiningi ferðaþjónustunni vann fyrir Vegagerðina, þá var 2018 þá var hlutfallið komið í 60% af 2 milljónum rúmum. Þannig að þá voru 1.300.000 erlendir ferðamenn sem keyrðu landið. Þannig að á 7 árum að það átti að nýfaldaðist fjöldinn í bílaleigubílunum. Hafið þið orðið var við þessu sprengju og breytingu í ykkar rekstri sko bara með breytinguna sem verður líka innbyrðis bara hvað margir eru að keyra en voru kannski áður meira í rútum eða hvað? Hvernig virkar þetta á ykkur? Sko, við erum kannski ekki alveg það stór, þannig að við höfum verið meira með ferðamenn sem að ferðast á eigin vegum. Og það er okkar stærsti viðskiptahópur. Við erum svo með þessar minni ferðaskrifstofur, gönguhópa og það sem er að ferðast. Og þá er þetta oft svona minni hópar, en okkar stærsti viðskiptavinahópur eru þeir sem ferðast á bílaleigubíl. Einmitt. Sævar. Þegar við kaupum Mjóveri 2004, þá komum við með minnir 350.000 ferðamenn til Íslands og ég var nú búinn að vera svolítið einmitt að keyra rútur og aðeins að kynna mér hennan iðnað áður en ég fór á stað, læra ferðamarkaðsfræði og eitthvað, leiðsögunám og annað. Og ég sá alltaf fyrir mér að fjölgunin yrði einmitt í bílaleigubílunum. Og alveg frá upphafi þá var það alltaf markmið okkar að ná í það fólk og húsin okkar taka hvert sig áhöfna bílaleigubíl. Það var enda fyrstu húsin voru hugsuð fyrir 5 en svo var kannski reynsla svo að það er nú bara svona 2 til 3 í bíl sko. Eða kannski hjón með 2 börn eitthvað slíkt. Þannig að við minnkuðum aðeins húsin og svona aðlögum það bara þeirri þróun en við frá fyrstu mínútu ætluðum alltaf að stefna og höfum ekki verið að taka eins og Auður segir, við erum kannski ekki nógu stór til þess að taka við stórum rútuhópum en auðvitað er það alltaf eitthvað og skíðahópar og annað er að koma til okkar og ferðast á rútu og svo verið erum hluti í Hótel Eskifirði og erum að reka það núna líka og það er 17 herbergja hótel og þar eru svona litlir hópar að koma til okkar á rútum en svona á Mjóverinni er þetta langmest bílalegu fólk og reyndar á hótelinu líka en ég held að það sé nú framtíðin að mestu leyti í þessu. Það sé bílalegu bílarnir. En það held ég sko, hef ég sagt lengi að og þegar maður skoðar svona tölfræðina og þessar rannsókn hjá Rögnvaldi að við Íslendingar í ferðaþjónustu það er fyrst og fremst að selja svona roadtrip. Þetta er, þú kemur til landsins og tekur bíl og keyrir og ég held að þetta bara vaxi, þessi hluti. Næsta, kannski myndi maður halda að næsta vessi verði að það verður meira að rafmagnsbílum og með þessum 500 km drægi og við þurfum kannski að fara að undirbúa það betur, vítt og breytt. Það er svona byrjað sums staðar með gististað og annað að passa upp á að maður geti hlaðið bílana en ég held að klárlega að þetta verði ákveðið á Íslandi bara innan fárra ára. Við sjáum hvað er að gerast bara með sölu á bílum á Íslandi að þetta verði svona hluti að þessari grænu bylgju sem að og við þurfum kannski að huga þessu svolítið. Já, algjörlega. Það er bara svoleiðis. Menn verða að geta tankað þetta ekki síður hina bílana. Já, einmitt. Þannig að nú erum við búin að tala saman í 45 mínútur, þannig að við þurfum að klára. Þátturinn heitir Næstu skref og Auður, ef þú byrja, næstu skref hjá ykkur, þið eru greinilega að taka næstu skref, þið eru bara að stækka og byggja og landin að byggjast upp og sala á landa og á Borgarfirði og harðfiskurinn meira að komið frá Sævari til ykkar. Já, reyndar. Á milli og þannig að það er alltaf að gerast. Hvernig sér þetta fyrir þér á næstu misserum? Herðu, það er bara margt að gerast hjá okkur og margir spennandi hlutir.
við ætlum verið búin að opna sem sagt miðjan apríl nýja byggingu með nýju hótelherbyggjum og sem sagt nýju spa upp á 250 fermetra þar sem við erum að vinna alls konar vöruþróun sem við ætlum að bjóða upp á í heilsulitinni, allt tengt sjónum okkar hérna. Og þá eru þetta núna bara 2 kafarar hérna núna bara áðan að sækja þar og fyrir mig sem eru hérna það er alltaf borga fyrir, það er alveg sem að koma fyrir alltaf að leita einhverju. Það er alltaf fólk til að gera hlutina, það er alveg ótrúlega. Og síðan næstu skref náttúrulega líka það að við erum að gera gammalt hús, þar sem eitt elsta hús bæjarins, þar sem að landin sem sagt eimaður ásamt gírinu. Og við erum að byrja með brugghús líka, erum að fá frá Tékklandi sem sagt bruggara og alla græjur núna í júní. Já. Og vonandi getum við opnað það hús fyrir almenningi svona 2020, árum á 2022-2023, en það verður líka svona smá landunum gert vel undir höfði með svona smá sýningu og með munum og öðru slíku ásamt sögu þessar hús sem var gamla kaupfélagi hérna Borgarfjörð eystra. Þetta svona okkar stærstu verkefni ásamt vöruþróun í eldhúsi og svo náttúrulega bara taka á móti gestum. Það verður náttúrulega brjálega að gera hjá okkur á næstu misserum, sko. Og Ísland náttúrulega bara, ég held að eftir þennan heimsfaraldur á Ísland eftir að verða eitt eftirsóttasta land til að koma að heimsækja. Ég alveg sannfærð það. Sammála því. En þetta eru mörg næstu skref. Þið eru bara, það er allt að gerast hjá okkur. Það er ekkert að segja annað. Við verðum bara hlaupum, þetta er alls þeirra fyllir í hér. Þau eru að harða spretti, þetta er ekki næstu skref, það er bara harða sprettir í gangi, heyrðis mér. Sævar, hvað segir þú? Næstu skref hjá mér, okkur náttúrulega bara að opna veitingastæðin eftir veturinn. Opnum hann alltaf, yfirleitt alltaf sjómandagshelgina og svo náttúrulega bara, eins og þau segir, nú bara sumarið að bresta á og þá gerum maður nú lítið annað en bara að taka á móti gestum og standa við það sem maður búin að vera að lofa í vetur og undanfarin ár og þjónusta fólk vel og allt það. Það er svo næstu skrefin, svo þetta er alltaf einhver þróun í gangi og einhverjar pælingar með stækkanir og breytingar og bara breyta matseðli og annað slíkt, þetta er allt saman verkefni. En stóra málið að ég held að það verði nú eiginlega bara nóg að gera við það að taka á móti öllum þessum gestum sem koma hér í sumar og sinna þeim vel. Það er stóra verkefnið. Það er auðvitað það sem maður verður má aldrei missa fókusin af að taka vel á móti þeim sem koma og standa við það sem maður hefur lofað og sagt. Það er bara það sem ég ætla að gera í sumar. Það er reyna að gera í sumar. Fín hérna loka. Já, þetta eru fín hérna lokaorð en mér varst bara svo lengi langa að fá ykkur í þáttiminn. Hérna ræðum við nú oft, þetta er 29. þátturinn síðan í haust og ofta rætt ferðaþjónustuna og hitt og þetta svona sem eru mín áhugamál og það sem að vinna með í þinginu og það komið víða við. En bara kæra þakkir að vera með í dag og það var mjög skemmtilegt að heyra á framtaksseminni og sögu ykkar í ferðaþjónustunni og hvet náttúrulega alla til að heimsækja ykkur og það er frábært að vera hjá okkur. Bara takk í dag.